Daginn. Í upphafi þessa mánaðar hélt ég stutt erindi á fundi fólksins til að vekja athygli á kröfum ungs fólks til bjargarlíffræðilegum fjölbreytileika. En 2200 ungmenni á Norðurlöndunum tóku þátt í að setja fram þessa kröfur. Í sama mánuði fórum við í Ungum umhverfissinnum af stað með verkefni sem hefur vakið mikla athygli. En með því vildum við upplýsa almenning umhverfisstefnur stjórnmálaflokka og leggja áherslu á umhverfis- og loftslagsmál í komandi kosningum. Fyrir nokkrum árum fór síðan af stað verkefni sem enn í gangi í dag. Þar hittast fjöldamörg ungmenni einu sinni í viku til að krefjast aðgerða í loftslagsmálum. Þetta eru örfá dæmi það að ungt fólk getur og hefur haft mikil áhrif á gang mála í heiminum. Það mikilvægt að ungt fólk hafi hátt þau málefni sem skiptir þau máli. Þannig fáum við gegn þær breytingar sem eru nauðsynlegar fyrir framtíð okkar. Ein af þessum nauðsynum fyrir framtíðina verndun líffræðilegs fjölbreytileika. Ég las einhvers staðar að mannkynið gleymir því stundum að það hluti af líffræðilegum fjölbreytileika. En ég held að það að minna sig á það setur hlutina í ákveðið samhengi. Við fyrir þá að hugsa okkur sem hluta af náttúrunni og sem jafningja annarra lífvera. Það þá ekki lengur náttúran og við, heldur bara náttúran og náttúran fær að njóta vafans. Einhver getur spurt við hvað ég á þegar ég segja að mannkynið sé hluti af líffræðilegum fjölbreytileika. En öll okkar tækni, þekking og jafnvel siðir eru háðir náttúrunni. Við verðum fyrir áhrifum frá náttúrunni og sömuleiðis náttúran frá okkur. Samband milli lífvera jarðarinnar, þar á meðal okkar, skiptir öllu fyrir heilbrigði vistkerfa. Án heilbrigðra vistkerfa falla undirstöðurnar undan samfélagi okkar og öllu því sem mannkynið reiðir sig á. Líffræðilegu fjölbreytileiki grundvöllur fyrir því að þessi sambönd haldist í jafnvægi og þar með fyrir heilbrigði vistkerfa. Án heilbrigða vistkerfa framtíðin frekar dapurleg. Ég veit að ungt fólk hefur áttað sig á því að líffræðilegu fjölbreytileiki okkur jafn mikilvægur og hann vistkerfunum. Það ljóst að ungt fólk vill breytingar. Það vill að verndun líffræðilegs fjölbreytileika og náttúruvernd verði í brennidepli í öllum ákvarðanatökum. Það veit að líffræðilegur fjölbreytileiki mikilvægur partur af samfélagi okkar. Ungt fólk vill eiga möguleika á framtíð með heilbrigðum vistkerfum og sanngjörnu samfélagi. Það veit að samband okkar við náttúruna þarf að breytast til að þetta verði að möguleika. Við þurfum að átta okkur á því að við getum ekki án náttúruna verið. Við hluti af líffræðilegum fjölbreytileika. Baráttan fyrir verndun líffræðilegra fjölbreytni samofin öðrum baráttumálum sem ungt fólk brennur fyrir. Ég held að ungt fólk þurfa að sameinast í sínum baráttumálum, tala saman, skilja hvert annað og ekki síst berjast saman fyrir því sem okkur mikilvægt. Unga fólkið mun koma til með að taka við framtíðinni. Þess vegna mikilvægt að það taki þátt í að skapa hana. Takk fyrir mig.